Já, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þessa útsendingu af við vorum að lesa átlapp í glugganum og já, þetta er Tier 1 keppni 5 af 16 Brands Hatch 42 hringir var mikil stemming í gær í Tier 2 og 3 á Brands Hatch, mikil drama, allt að gerast, vonum að leikurinn verður endurtekinn hér í kvöld. Daniel heiti ég og með mér situr hann Ingi Þór, blessaður Ingi. Góða kvöldið og velkomin í þetta, hvað sagði ráðum? Átsending. Átsending. Great outsending from Brands Hatch. Já, velkomin til Bretlands á Brands Hatch og á þessa stórhættulegu en skemmtilegu braut sem Brands Hatch er. Við erum að tala ég held að sé allar beygjunar í brautinni nema 3 eru hægri beygjur. Já, það er svolítið, ég hafði ekki einu svona tekið eftir því maður. Þetta er eins og NASCAR-hringur, nei ég segi svona, en þetta er hröð braut og mikið af hröðum beygjum og það má ekkert fara út á grasið að þá er auðvitað að snúast og það voru nokkur sem snýrust í gær. Já, það kom fyrir. Þetta gras er ekki mjög gripmikið og það er mjög einfalt að hendast utan í vegg þegar maður snertir grasið í miðri beygju. Já, menn vilja meina að ef maður er á hátt í 200 í beygju að fara á grasi sé ekki málið, sko. Já, ég held að það sé nokkuð til því. Það getur refsað, menn snúast og það er erfitt að taka fram á þessari braut. Það er mikið víst. Það er nákvæmlega þannig. Það er ekki mikið að tækifærum og það er ekki mikið að beinum köflum sem hægt er að nýta í framúrakstur sem svo er á mörgum öðrum brautum. Þannig að mjög mikil grip braut. Gríðarleg grip braut en alveg, hún heldur manni við efni þessi. Það er ekki sekúnda til að slaka á. Það eru stuttir kaflar og alltaf stutt í næstu beygju sem er yfirleitt í kringum 150 til 200, þannig að þetta er adrenalín rush að taka þátt í keppni á Brands Hatch. Það er nákvæmlega þannig. Já, við erum komnir í tímatökuna fyrir keppnina og sjáum Davíð Rúnar er búinn að setja besta tíma eins og er 1:22.9 á Súbrunni. Jón Ægir. Það má ekki muna miklu, 0:03. Það er rosalegt. 3.000 sekúndu sem að Jón Ægir er búinn að setja minnka bilið í fyrsta tíman. Jón Ægir vann með keppni hér síðast í J, ef ég man rétt. Ég held ég sé bara nokkuð sjór á því. Já. Þannig að það má búast við honum mjög sterkum í kvöld og að sjálfsögðu Team Supernova mun vissulega skilja sitt mark eftir þessari keppni. Þau eru búin að vera alveg outstanding og Hannes leiðir mótið. Já, og við erum með rosalega mikið af nissunum eins og venjulega. En gaman að segja frá því að Kári og Guffi voru að skipta bíl. Þeir voru að hætta á Súbrunni og fara yfir á Mercedes-Benz AMG GT. Já. Það er furðulegur staður til þess að velja þennan bíl að mínu mati, þar sem þetta er ekki alveg besti bílinn í brautir sem er ekki með marga beinakafla. Nei, Bensin er nokkuð solid, hann er góður í öllu en ekki bestur í neinu, finnst mér. Þú veist, hann er ekki með mesta endarhraðan, hann er alveg með solid endarhraða og hann er heldur ekki sneggstur í beygjunum, pínu yfirstýrður, en hann er alveg solid í beygjunum. Hann er svona góður overall solid bíl og það verður gaman að sjá hvað þau gera á þessu tryllitæki sem AMG bílinn er. Og ég veit að Kári hefur keppt oft á þessu bíl áður. Hvort sem það er bara í deilið einhvers staðar annars staðar en ég man allavega eftir honum gera mjög góða hluti á þessu bíl, þannig að var hann ekki eitt seasoni á AMG? Það núna er minni mitt bara ekki það besta, þannig að ég bara get ekki meina. Velkomin í kúbífiska klúbbinn.
Ég En já, man svona dagurinn sirka hvað gerðist í gær og dagurinn þar á undan er svona frekar heisi en það þýðir ekkert að spyrja um út í reisinn þar á undan, ég man ekkert eftir þeim. dagurinn er ennþá með 3000 á Jónægi og Ásgeir er að gera góða hluti hérna í þriðja. Við erum ekki búin að sjá hann svona ofalega áður. Það er rétt. Þetta er skemmtileg tilbreyting. En hérna, við erum með hérna líka á spjallinu, þá eru mættir hérna Hilmar, Agnar og Maggi Ingóls. Við erum mættir hérna og sko okkur góðs kvölds og við þakkum bara fyrir það og spjallum leiðis. Já, og það vakti mikla lukku í gær, hugmyndin sem Eva hvíslaði að mér fyrir nokkuð síðan að það væri nú sniðugt að kjósa ökumann kvöldsins. Já. Þannig að við ætlum að halda þeim hætti upp í kvöld og þegar að líða tekur á keppnina og við erum búin að sjá hvað er að gerast, þá hófum við saman í ökumann kvöldsins og það verður bara gert á túbinni í spjallinu. Já, nákvæmlega þannig. Þetta var mjög skemmtileg tilbreyting hérna, gert bæði í Tier 3 og 2 keppninum valinn ökumaður kvöldsins og hérna í Tier 3 var það hann hvað var ekki, Róbert sem var valinn ökumaður kvöldsins þar og Valdimar Lávarðurinn var valinn ökumaður kvöldsins í Tier 2. Já, hann átti hörku keppni í T2 og endaði í 3. sæti en það voru Dimmi sem vann og Tarri var í öðru sæti. Þú sem ekkert nýtt að frétta þar, þau eru búin að vera svolítið að deila svo milli sín. En gaman að sjá Valda á palli aftur. Já, það var mjög gaman að sjá það. Það var mjög hraðskriður, það var eiginlega ekki sens að halda í hann. Nei, og að merkilegt er sko, hann gerði mistök í pitstoppinu sem þýddi að hann þurfti að koma aftur inn í pit hringinn eftir. En hann náði samt að halda 3. sætinu. Já, það var alveg magnað. Þannig að hann var alveg rúmum 30 sekúndum á undan næstu sætum sko, þannig að þú veist, í rauntíma fyrir utan bygglugri sko. Já. Mjög vel gert, til að mikið það, Valdimar. Gaman að sjá þið þarna og við höfum pottþétt eftir að sjá meira af Valdimar. Það eru einhverjar keppnir eftir víst. Tímabilið er ekki búið. Hvaða umferð eru að tala um? Við erum að tala um, þetta er 5. umferð. Þetta er 5. keppni í 5. umferð. Tier 1 frá upphafi, ég ætla ekki að tala um það. Við erum í 7. umferð. Íslandsmótsins. Við erum í 7. umferð. Já, hvernig með. Þá er þetta búið að vera... Hérna á netið lífur ekki. Þá er þetta búið að vera ráttmert hjá mér hérna allt sísonið. Ég er búinn að skrifa... Við vorum fyrst á Interlagos, umferð 1 og umferð 2 var á Suzuki, umferð 3 var á Spa, umferð 4 var á Red Bull Ring, umferð 5 á Brandhats og nú erum við... Nei, wow! Já, við erum á Brandhats. 5 á Brandhats. Ég er komin í næstu keppni maður. Þú ert komin á Fuji. Já, við klárum Brandhats í gær maður. Ég er að hugsa fólk maður. Ég veit engin nefnir í mér. Fyrir ég er að spá í framtíðina og meðan Daniel heldur sig við rauntímann. Þetta er flott að sjá hérna. Við sjáum að Eva og Jónægir eru búin að slá út bestu tíman, að slá Davíð út. Jónægir er komin í 1. sæti, 600 á undan Evu, sem er 700 á undan Davíði, sem er 200 á undan Hannesi, þannig að það er alveg rosalega close barátta efstu 4 sætin og jafnvel 5. sæti líka út af því að þar er hann... Það er ekki sem að sko, 10. frá Hannesi í Guðlaug og það var 1, 2, hvað sagði maður? Ekki 200 stöður. 2 tíundu hlutar í Skeira. Já, nokkulega, 2 tíundu. Og ekki nema 1 í það. Vá! Herri, ef við skoðum upp í 9. sæti, þá nær það sekúndu. Í 8. sæti eru 0,7 í 8. á milli 1. og 8. Þú sér það er hálf sekúnda á milli 1. og 7. sætis. Þetta er rosalega close. Vá! Og fullt af hringjum. Þetta verður veistla.
43, Já. það eru fáir sem keppa í kvöld. Team Autocentermenn komist ekki og sömuleiðis komst hann Stefán ekki og ekki heldur hann Jón Valdimars. Þannig að það er ekki nema 10 keppendur í kvöld. Já, það enga síður aksjón á brautinni og nóg að fylgjast með fyrir okkur sem sitjum við skjáinn. Þannig að þetta verður veisla, það er greinilega rosalega jafnt hérna. Ég eiginlega bara pissa á mig úr spenningin, sko. Já, en athyglisvert samt að taka til því að besti tíminn sem að Jón Ægir er búinn að setja 1:22.665 að hann er ennþá 200 hægari heldur en besti tíminn sem að kláraði tímatöku hjá TR2 í gærkvöldi, en þar var hann Dimmi með 1:22.4 ef mér skjáttist ekki. Dimmi er heldur betur að sína þótt hann sé í T2 að þá er hann alveg einn af topp ökumönnum landsins, ekki spurning. Topp 3 á hvaða degi sem er. Já. Það verður spennandi að sjá hann í TR1 þegar að því kemur. Ég held að það verður nú bara strax eftir áramót. Já, það verður gaman að sjá hvað hann getur þar. Og ennþá skemmtilega þurfi ekki alltaf að tapa fyrir honum. Já, nákvæmlega. Nei, allt er góð hérna, en já, glæsilegur sigur á Dimma og til hamingju. Hann keyrði alveg gullfallega í gær og Tarri einnig. Þeir eru búin að vera að gera rosalega hluti í Supernova. Sem og Hannes og Eva. Þetta er bara, það getur hver sem er átt gott í reysirna, sko. Það er ekki nema... Hannes var að ná besta tíma. Já, það er svoleiðis, já, hann sló hann líka, hann sló hann alveg í, já, hann sló hann rækilega vel í gegn þennan tíma, skulum orða það þannig. Já, hann er kominn á 7. Já, þetta er rosalegt, þetta er sennilega örlítið hraðar en Dimmi í gær, en þetta er á sama 100-sluta, þannig að það er ekki eins og sjáanlegur munur, sko. Já, nákvæmlega. Man ekki 400 og hvað það var í Dimma, en... Minnir að það verið 4-4-5 eða 4-5-4 annarkvort. Þetta er allavega landsins bestu tímar sem við erum að horfa hér á, ekki spurning. Og það er ekki nema 20 sekúndur eftir að þessari tímatöku þá klára allir hringi sinn. Það er fróðilegt að sjá hvernig það fer með dekkjarmál hjá fólki, hvort að menn ætla að byrja allir á medium eða hard. Já, áhugavert í gær að í fyrsta skipti á tímabilinu þá byrjuðu allir á medium að fyrstu ökumönnunum í T2 en vanlega hefur Supernova verið að byrja á hörðum en mér sýnist að hugsanlega sé fólki eitthvað að snúast hugur með það. Erðu, wow! Sjá tíman á saman. Nice! 1:22.352, þetta er glæsilegur tími. Hannes í toppformi eins og vanalega. En það er greinilegt að Jón Ægir og allar ekkert ekki eftir og Eva og Þorsteinn eru þarna líka. Það er eiginlega bara allir í höng í topp 7. En núna erum við fróðilegt að sjá hvað Eva gerir, hvort hún sé að fara að bæta sig og hvort að, já, hún fer hérna yfir endalínuna. Nei, hún nær ekki að bæta sig. Og við erum þá að tala um það að Jón Ægir kemur á milli Team Supernova í öðru sæti í tímatökum. Til magnast! Þetta er einmitt mjög góð braut fyrir MR bíl eins og Jón Ægir á og skjáttast ekki, þá var hann á einu MR bílum hérna. Þetta er ekki bara uppáhaldið hans að vera þarna í Supernova samloku. Það ég. Tilbúin í slægin. Já, gott fólk, þetta er að fara að gerast. Er þetta ekki frekar Jón Ægir samloka út af því að það er Supernova sem er brauðin? Þú færðir ekki brauð samloku, þú færðir samloku með hangikiti. Já, þú getur ekki lokað einu hangikiti, þú getur lokað 5 samlokum. Herri, þetta er að gerast. Koma svo, let's go racing. Það verður spennandi. Já.
Ég segi bara eins og þessu voru að tala í spjallinu í gær, fáum við hérna 3 cars wide í fyrstu beygju. Já, það er spurning. Það segja, ég var vist búinn að lofa að taka einhver númer af. Já, ekki gera samt alveg í tölulegum orðum. Nefna þetta sem takkaskipun. Þetta er bara takkaskipur. Ok. Kannski gefa þeim hring og vefnast hvað þeir heita og kynna þessu raunveruleikann. Fer Jóna hérna svolítið væt í annarri beygju. Já, þriðju jafnvel. Já. Jónægir, það er svolítið mikilvægt fyrir hann að reyna að vera svolítið af því að hann hefur bíl sem höndlar vel í beygjum. En hefur hins vegar bíl fyrir framan sig sem er með rosalega kraft á binnuköflunum. Þannig að fyrir hann að geta hangið í draftinu er svolítið krúsjál ef hann hérna vill eiga færi á Hannesi. Ég er að fylgjast þetta núna með 4. sæti en Skeiri, hann var hérna bara toppnum aðan, hann er komið niður í 8. sæti. Hvað kom fyrir honum? Það er spurning. Þetta er nokkuð þétt hérna alveg frá 4. og niður úr bara hérna. Og smá bíl hérna hjá fyrstu tveimur. Það er aðeins búin að slíta sig frá Evu strákanir. Jón og Hannes, Eva í 3. En Jón er ekkert að gefa Hannes undan, hann er að halda pressunni á honum alveg eins og meistari hérna. Algjörlega, þetta stefnir í veislu. Jóna er að, hann þarf að setja allir hraðasta hringa og hring 2 þannig að það er kannski ekkert að marka. Hann er að blikka hérna, hann kíkir, hann er að stríða Hannesi. Klárlega blikkar svona, gefa honum smá athyglisbresti í afturspegilinn. Það er sjaldast virkað að menn víki þegar það er blikkað á en það getur byrjast ykkur athyglinna. Þetta byrjar með látum og Davíð Rúnar er með pressu á Evu hérna rétt fyrir aftan. Þannig að Ég ætla aðeins að fylgjast með þetta hjá Jónægi og Hannesi, ég ætla að sjá hvað er að gerast þar, hvort að Jónægi reyni einhverja allugur eða hvað. Já, þeir eru næst hvorum öðrum af öllum á brautinu eins og staðan er. Spennan mest fremst í augnablikinu. Jónægir keyrir hérna fyrir Team Biko, eða Biko Racing. Og meðan Hannes er í Supernova. En talandi hvað er að gerast hérna, ef ekki að hendi einhverja spár í spjallinu. Heyrðu, góður punktur hjá honum Agnari að Hannes er á hard stekkjum, en Jón er á medium. Já, ok. Þannig að sko hugsanlega er Hannes núna að hægja á Jóni. Þú veist, ekki viljandi fattar bara, þú veist, Jón gæti verið hraðari en hann kæmist ekki fram úr. Þannig að sko, það er svolítið mikilvægt fyrir Jón að komast fram úr ef hann ætlar að nýta sér það að vera á Magic. En við sjáum að þetta sama er að gerast hérna með Evu og Davíð. Eva er á hard líka og Davíð á medium. Já, þau hafa haldið áfram að starta á hörðu greinilega Supernova. Svo sjáum við að Gunnlaugur er líka á hard og Þorsteinn og Skeiri og Diego og Kári og Guffi. Það eru allir á hards nema Jónægir og Davíð Rúnar. Já. Og þau eru þær einu sem eru að pressa gríðarlega í augnablikinu og þurfa mjög mikilvægt að komast fram úr sitt hvoru Supernova parinu. Já, þeir þurfa að búa til bilið núna til þess að bara dragast ekki eftir úr þegar að þeir fara á hardtækin sín. Já, þetta snýst að ná track position svo að þau geti verið á undan þegar að Hannes kemur á betri dekkjum úr pit. En þetta gæti orðið blóð, sérðu hérna, beint fyrir aftan líka. Þetta er rosalegt. Davíð Rúnar eins og skugginn á Evu
og Jóna er alveg eins og skugginn á Hannesi. Þetta er spennandi. Já, þetta er mjög athyglisvert hvernig þetta byrjar. Team Supernova er svona að leiða fyrsta og þriðja sætið en ekki hleypa. Þarna sá ég Eva fór aðeins út í kantana, aðeins út í grasið. Það er gríðarleg pressa á hann. Að taka fram úr en nei, hann gerir það ekki. Hann virðist ekki ná að hafa það sem sagt hraðan til þess að ná að taka fram úr. Það er reyndar mjög, nei, hérna sá ég skeira hérna alveg missa stjórn. Shit, maður, hann missi stjórn og slætar aftur inn á veginn í veg fyrir Kára sýndist mér. Það má skoða þessi númer núna. Já, þessi númer er farin, það er löngu farin. Já, auðvitað. Sorry maður, ég er spennandi að fara með mig, Daniel. Við sjáum að Þorsteinn lendir í ykkur hérna og er kominn núna í seinasta sæti. Já. Og ekki með skemmtar að segja, en lendir í einhverju. Ég sá hann snúast þarna, hann keyrir út í grasið og snýst. Og ég sjá Davíð Rúnar, hann er að reyna að gera sig líklegan og taka fram úr á Evu, hann er í góðu drafti núna. Sjáum hvort að þetta er svo hraðar beygjur, þú veist, það er ekki það að stinga sér inn á, skilur. Þetta er mjög tryggir braut að taka fram á. Kíkjum að inn í bílinn til Davíðs hérna. Þetta er bara eins og skugginn hérna, sko. Og sama með Jónæ, hann er alveg fastur í hansi. En við erum komnir með tvær spár í spjallið og það er Ragnar Freyr spáir Hannesi, Evu og Jóni, fyrsta, öðru og þriðja. Og Róbert spáir Jón, Hannes, Davíð og Eva, fyrsta til fjórða. Ertu að horfa á Davíð núna? Já, mér sýnist að vera að Breytin hann á og hvað? Kominn fram úr eða hvað? Eva heldur eftir línunni og hefur inn í línunni næstu beygju. Hann gefur ekkert eftir. Jæ, samhliða. Oh my god, þetta var rosalegt. Svona þarf að gera þetta til þess að ná position. Núna verður hann bara að einbýlna á það að ná að stinga Evu af til þess að nýta þessi medium deck sem eru orðin núna 6 hringja gömul eða 5 hringja gömul og orðin frekar slitin. En Eva er ekkert að slá af og hún er örugglega að reyna að svara fyrir sig. Það er rosaleg barða henni í gangi, gaman að sjá. Þessi braut er svona eins og að vera að tróða sér í röð, fattar þú veist. Það er eina leið til að koma fram fyrir bara að tróða sér stundum. Og þessi braut er svolítið þannig, þú veist. Maður er bara í röð en maður reynir ekki að tróða sér fram á. Já, það er nokkuð þannig. Radiant paint, sem maður segir stundum. En Davíð er ekki að ná að minnka bilið. Hann er ennþá með Evu beint fyrir aftar sig í afturstöðarunum. Já, meðan hann er svona nálægt þá þarf hann að verjast pínu og horfa í speilinn sem þýðir svolítið að það truflar aksturinn. Þannig að það hefur rosa gott að ná svona sekúndu á hana til að geta sett hausinn yfir og einbeitt sér aðeins. En hún ætlar ekkert að gefa honum þetta. Saman með Jónæi, hann gerir svo skugginn aftan í Hannesi. En við erum komin á 7. hring og það fer að líða á topptíma mediumdekkjana. Þannig að hann þarf að láta þetta gerast ef þetta á að gerast. Það er akkurat þannig og maður sér líka að mediumdekkin eru orðin svona full slitin. Þeir eru miðað við harddekkin, þá eru alveg mikið slit á mediumdekkinum. En eiga samt alveg ennþá góða, myndi ég að segja, 6 hringi í viðbót allavega. Ég sé að það er engar aðra baráttur í gangi þannig að við höldum áfram að fókusera bara á fyrstu 4 sætin sem eru að skemmta okkur í augnablikinu. Sjáum, Hannes er í draftinu hérna á beinakaflanum, hann náði góðu runni.
Sjá hvort hann geti nýtt sér það. Fyrirgefiði Jón Ægir, ekki Hannes. Hannes er á undan. Vel vítt. Fór aðeins víðara heldur en hann hefði viljað. En það fær ekki miklum tíma. En á spjallinu er hérna þriðja spáin komin í hús og það er hann Maggi Ingólfs. Hann spáir Davíð í fyrsta sæti, Jón öðru og Hannes í þriðja sæti. Já, vel gert. Hann spáir falli Supernova liðsins í þessari keppni. Já, það er mikil bjartsýni í gangi. En svo sögðu hérna einhvern tímann, það er alltaf von. Það er allt von, það getur allt gerst. Það geta allir vonað og það er allir séns. En Supernova er búin að vera mjög erfið. En Davíð Rúnar er búin að sanna að það er hægt. Já, það er nokkuð þannig. Og hann er líka búinn að auka bilið í hérna Evu hérna. Hann er að láta medium-dekkin vinna fyrir sig. Já, þetta liggur svolítið á honum Jón Ægir núna að go for it. Og þau eru að koma inn á beinakaflan, hann er ekki nema rétt hálfri sekúndu fyrir aftan. Það þýðir að hann er í draftinu en kannski ekki nóg til að gera move. Þetta er svo stuttur beinkafli. Það er þannig. Og hérna, og það er náttúrulega betri top speed á Skyline'unum heldur en á pukkanum. En við erum komin með hérna fjórðu spána í spjallið en það er hann Dimmi sigurvegari Tier 2 í gærkvöldi er komin í spjallið og hann spáir Hannesi fyrsta sæti, Evu öðru sæti og Gulla þriðja sæti. Já. Hann spáir því að þegar að Gulli kemst á medium-dekkina þá muni hann ná bæði Davíði og Jónægi. Það er áhugavert, það er aldrei að vita. Þetta er náttúrulega, þau eru á medium eins og við segjum og eiga eftir að sussa. Hins vegar, ég veit ekki með ykkur hinn aukumennina, en ég tók eftir því hjá mér allavega því ég var að keyra þessa braut að mér fannst vera minni munur en á mörgum öðrum brautum á medium og hard. Já, mér fannst vera svolítið mikill munur. Ég tók strax eftir munur leiðu í pitta yfir á harddekkinu hjá mér en ég byrjaði mitt á medium-dekkinu. Já. Ég var ofta á æfingum bara að setja mjög svipaða tíma á hard og medium, þú veist, það fór aldrei yfir sekúndu á milli, sko, en vanalega er það nú rúm sekúndu á flestum brautum. Já, það var En æfingunni það kannski eitthvað hvert upp hjá mér, sko, en það er kannski áhugaverð spurningar út í Cosmo og til ykkar hinna, var það eitthvað sem þið upplifðu líka? Eða er það bara ég? Það væri fróðlegt að vita, en allavega mín reynsla á medium versus hardekkinum á bimmanum var að ég var að ná þessum, já, ég var að ná léttilega næstum í 2 sekúndur hraðari tíma á medium-dekkinum heldur en á hardekkinum. Já, vá. Já, þetta er hugsanlega bara eitthvað sett upp og mismunandi náttúrulega sjálfsögðu eftir bílum. En skulum halda áfram að spá í þessa keppni hérna. Já, ég er að fylgjast með Davíð hérna, hann er búinn að auka bilið í hana Evu upp í næstu 1,5 sekúndu. Þannig að Eva er ekki lengur með slipstreamið og það sami er búið að gerast hérna á milli Jónægis og Hannesar að Hannes er búinn að auka bilið. Hann er svakalega upp í Jónægir en Jónægir er svona, hann er að minnka bilið jafnóðum í leiðinni samt en hann er ekki að ná að halda í Hannes eins og maður hefði haldið að hann myndi ná að gera á medium-dekkinum. Já, sko, hann er náttúrulega kominn hann er á 10. hring núna, starta 11. hring og það er alveg tími sem maður er farin að finna fyrir því að dekkin eru slitin þegar þú ert á medium. En á harddekkjunum ertu actually bara að keyra eins og á fyrstu hringunum, sko. Já, finnur ekki fyrir því hann þá. En hann gæti verið svolítið farin að missa gripi núna og það er ekki ákvæmt því að en svo er annað í þessu, hann mun fara fyrir pit sem því að hann kemur út á ferskum hörmdekkjum og gæti hugsanlega grætt í einhverju hringi að vera á nýrri dekkjum heldur en Hannes sem hann keyra lengur á sínum hörðum þannig að gæti hugsanlega verið einhver undercut í myndinni. Já, gaman að tala um það. Sem það er yfir á hörðum.
gaman að tala að Já. Tarri Johns annað sætið frá því í gærkvöldi í Tier 2 er kominn með spá. Hann spáir líka Hannesi, Evu og Davíð, alveg eins og nei, fyrirgefðu. Hann spáir Hannes, Eva, Davíð í 1. til 3. Þannig að hann spáir því að Gulli mun ekki ná Davíð eftir að hann fer á medium dekkin, þannig að það er smá svona mismunur hana. Og svo segir Maggi Ingólfs að þessi braut er alveg skelfileg og sérstaklega á Corvettunni. Og að það munaði 0,8 til 1,1 sekúnd á milli hard og medium í honum. Reyndar finnst mér brautin skemmtileg, en ég átti í pínu basli með vettuna mína. Eins mikið og hún hefur nú klórað mér á bakinu hingað til. Já, þetta er sennilega ekki góð braut fyrir bíl sem er svona top speed bíl eins og vettan er. Nei, en Godzilla virðist liggja hérna eins og enginn sem morgundagur. Hún er bara eins og hún sé á teinum. Já, Godzilla er svakalegur bíl, sko. Já. Sé að Kári er gera mikla atlögu að honum Diego í 8. sæti. Það er svo gaman að tjekka á honum og svo hvernig AMG er að fara í hann. Það virðist ekki vera að fara neitt rosalega vel í hann miðað við svona tímar sem þetta er svona svo sem fínir tímar svona miðað við. Það virðist hafa lent í einhverju aðeins á seinasta hring, fer sekundu hægari heldur en vanur að gera. En að öðru leyti virðist það vera að setja nokkuð konsistent háaðar 1.24 og lágar 1.25. Já. Þeir hafa, það er kannski eitt af því sem er mest að ángra nokkuð liðið er að þau vantar svona testsérfræðing í setup. Tímaleysi og margt spilar inn í en þú veist, það er ekkert öllum gefið að setja upp bíl og kunna það yfir höfuð, þannig að þessi breyting sem hefur átt sér í ár er alveg, hún er búin að setja smá strik í reikninginn, en þú veist, þetta er mjög áhugavert að hafa setup leið því að þú getur easily dregið út 1,5 sekúndu úr bíl frá orginal setupinu, þannig að, og ég hugsa að Hannes sé nokkuð klár í þessu, hann hefur góða reynslu af þessu, vann þólakstustímabili í fyrra, þannig að hann og þurfti svolítið mikið að vinna í setup þá, þannig að þetta er að ganga vel upp hjá þeim og mig grunar að Kári og Guffi þurfa að leggja svolítið í testvinnu, kreista fram allan djúsinn úr þessari bifreið því að manni finnst svona eins og Kári að vera pínu ofar svona á reglulegum basis heldur hann hefur sýnt núna því að hann er jú búinn að vinna titilinn tvisvar ef ekki þrisvar í röð fram að þessu ári. Já, ég er núna farin að fylgjast með honum Skeira en mjög athyglisvert að sjá muninn á dekkinum. Þeir eru báðir á harddekkjum, bæði Skeiri og Diego, munar einu sæti á milli þeirra. En það er mjög athyglisvert að sjá slitmuninn á dekkinum. Þau eru að keyra sama bílinn. Herðu, Kári er að fara fram úr Diego, reyndi, tókst ekki. Fylgjumst aðeins með þessu þetta. Það er pressa á honum Ævari. Ég er eins og við kallum það bara Diego. Þetta er alveg bumper racing hérna, hann reynir að taka inn í línuna. Já, vel gert. Diego gefur pláss og hann aðeins missir hann að gripa útgeislunni enn. Alveg hlið við hlið. Þetta er dragræs hérna, beinakaflan. Þannig að Ævar er með inn í línuna. Vá! Nei, Kári. Missir hraða hana. Þetta var risky move og rétt svo náði að halda sér á brautinni strákurinn. Þvílík pressa. Kári er líka á miklu minna slitnum dekkjum heldur en hann Ævar Diego.
Já. Ævar Valur Diego. Það alveg, hann hlýtur að vera með brake balance rosalega mikið á framdrykkjum. Já, það hlýtur að vera með hvað þau að slitna rosalega hratt hjá hann. Já, það er svona eina sem að dettur í hug, sko. Þetta er mjög óeðlilegt hvað hann að slita það mikið. Þetta er eitthvað sem maður þarf kannski að skoða, að stilla brake balansins kannski aðeins á jafnari slitt fyrir svona langa keppni. Já, nákvæmlega. Þú kannski fylgist aðeins með þessum slægi og lætur mig vita ef eitthvað gerist. Ég ætla að kíkja aðeins á toppinn aftur. Já, kannski það virðist nú eitthvað vera að gerast bara núna, þannig að ég kannski býða aðeins með að kíkja á toppinn. Ég var að renna snöggt yfir þetta og það er ekkert svona sem að segir look at me at the moment. Þannig að... Já, reynir Kári að taka inn í línuna. Reyndi ytri á hann, gekk ekki, tók hinri núna. Sjáu þessa virðingu sem er í gangi hérna hjá þeim. Það er bara... Það er nóg pláss gefið og þetta er alveg poetry in motion að horfa á þetta. Það segir Tarri að hann telur að við munum sjá 1.21 eitthvað þegar Supernova fer á medium-dekkin. Ég held að það sé bara rétt, sko. Ég held að það bara miðað við tímatökutímann hjá Hannesi að þá reynir Kári. Það er að gerast. Það var vel draftað og meistaralega gert. æðilega mann að gert. Vá, þetta var flott. Komið fram úr. Komin upp í 7. sæti, 7,5 sekúnda í Skeira. Hann þurfti að hafa fyrir þessu. En þetta hafðist á endanum. Það sést að Kári er með peysið akkurat núna á þessum kafla. Hann er nýkominn fram úr og strax komin með sekundu nánast í bil. Búinn að missa Diego úr draftinu. Þannig að þetta virðist að hafa verið bara sannfærandi framúrakstur og hann virðist bara alltaf að halda þessu. En Diego virðist ekki ná að svara þessu núna. Helsta frétt á toppnum er að Eva er að nálgast staðir hún aftur. Hún er komin niður í sekundubil. Og Jóna er búinn að ná að halda þessu nokkuð, jöfnu frá því við vorum að horfa á síðast. Það er 1,5 sekúnda í Hannes, þannig að hann er ennþá að horfa á hann fyrir fram að sig, en ekki í færi til að ógna. En Eva gæti farið að pressa Davíð Rúnar bara mjög fljótlega. Hann er kominn á mjög slitnar tútur. Já, Jóna er líka, sko, hann er kominn ennþá slitnari í dag heldur en Davíð Rúnar, þannig að við getum verið að fara að sjá Team Supernova vinna sig upp aftur. Jóna er með rosalega slæm afturdekk. Davíð Rúnar er með verri framdekk. En ég veit ekki, hvenær ætli þeir fara inn? Fljótlega upp á 20. Jóna er tæpur þarna. Tapar svona tíma. Já, þeir ljóta að fara inn mjög fljótlega. Vinstra afturhjólið á honum er alveg goner. Já, þeir eru að verða búin að keyra 17 ringi af 42 á medium dekkinum, en jú, þegar Jóna er inn í pit. Hola! Hann gæti fengið sagt fyrir þetta, við skulum sjá. Herðu, já, Eva er komin fram úr Davíð og Davíð fer inn í pitinn. Eva hefur tekið fram úr hérna á meðan að við vorum að fylgjast með Jónai. Já, það er alltaf að gerast. Mediustrákan eru komnir inn og nú er pínu áhugavert að sjá hvort þau eru nái að vinna upp smá tíma, því að þau eru náttúrulega á nýjum harpdekkjum núna, þannig að þau ættu að vera með betra grip heldur en Eva og Hannes. Þannig að það var ekki stór munur á milli þeirra þegar þau fóru inn. Ef þeir græða gott sem 1 sekúndu þá gætu þau hugsanlega verið fram úr þegar að Supernova duettinn kemur úr pit, en það kemur allir ljós. Þau gætu líka þurft að díla við trafík eins og við sjáum. Jóna er fyrir aftan Skeira núna, þannig að veldur svolítið á því hvort að þau tefjist á þeim sem eru ennþá úti og eiga eftir að fara inn.
þetta kemur í ljós, þetta er Skeiri Þetta er er að spennandi. fara rosalega vel með dekki sín. Já. Og hann er bara á mjög góðu bara topp peysi. Hann væri sennilega mikið ofar í topp baráttunni ef hann hefði ekki lent í einhverju þarna. Já, við mistum það. Já, það er eitthvað komið fyrir hjá honum. Hann qualifæði í P4 eða ekki, það var P5. Ég bara hreinlega man það ekki, sko. En það var eitthvað hann óvalega. Það var allir frekar nálægt fyrir með þetta. Herri, Guffi hérna kominn í seinasta sæti 30 sekúndum eftir Þorsteini. Og Þorsteinn hann snerist áðan hann, að spurning hvort að Guffi hafi lent út af og lent í einhverju. Svona skoða samt hringinn hans og það virðist ekki vera neitt hringur sem að stingur út úr allavega seinustu 9 hringir. Hann er reyndar sko búinn að vera lengi í 10. sætinu, þannig að þetta er eitthvað sem gæti hafa gerst á fyrstu hringjanum. Ja, Því að ef hann væri nýlega til dæmis búinn að þurfa að gera við bílinn, þá myndum við sjá það. Þetta er svolítið mikill óeðlilegur tími að sjá hann fyrir aftan, þannig að við þurfum að fá útskýringar hjá Guffa síðar. Diego verður að fara að passa betur upp á dekkin sín miðað við að hann sé á hard dekkjum og með spólverðin á eins og Maggi bendir á að en Þorsteinn er kominn hérna innan við 2 sekúndum fyrir aftan hann og er að minnka bilið hratt. Og framdekkin hjá Diego eru bara alveg horfin, sko. Ég hengi mig upp á að hann er með brake balance -3 eða meira, sko. Já, mér finnst það mjög líklegt. Þetta er ekki að virka vel hjá honum eitthvað núna. Það er Nei, hann er í rauninni að slíta harddekkinum að framan, bara svipa hratt og medium mennirnir voru að slíta dekkinu sínum. en hardekkin eru nokkuð eðlileg hjá hann. Þetta er bara vandamál með framdekkin, sko. Ég hugsa á þessum bíl væri réttast að vera með +1 eða 2 í brake balance ásakvöld. Þetta er nú hlutir sem skiptir Jónægir er máli. búinn að taka fram úr Skeira og núna er Davíð Rúnar að taka fram úr Skeira líka. Já, allt að gerast. Fer hér innan á hann, skeirir inn í undercut og er með innilínuna. Vel gert. Þannig að það er ekki að gefa þetta. Hann heldur stöðinu sinni hérna. Jú, gefur En rétt Davíð og með lækkar. inni línu í næstu beygju. Sjáið þetta. Þetta ættu allir að taka til fyrirmyndar hvað við erum búin að horfa á mikla, hvað við segja, virðingu þegar það kemur að gefa pláss í beigjum í kvöld. Þegar Já, voru mjög populægur akstur í öllum. Það er deginum ljósara að við erum að horfa á fagmenn í efstu deild hér. Hér er Sóðalega alveg akstur í gær. Já, það var svolítið svona, þetta var svolítið klassabílaleikur í gær. Lónugt, skulum við segja. Hvað ert þú að horfa á? Daniel, Ég er núna að horfa á Davíð Rúnar og hann er hérna, já og svo líka Jónægir. En Davíð Rúnar Ég er að horfa á saman þú, Skeira á Davíð. Veitu, var ekki Kári er að nálgast á. Jónægir fyrir aftan Skeira rétt áðan? Hann er nýbúinn að fara í pit. Nei, hann er ekki nýbúinn að fara í pit. Ég sé að Skeiri hefur lent í einhverju hérna milli 19. og 20. ring. Hann er ekki búinn að fara í pit en hann tekur 19. ringur er 1.31 og 20. ringur er 1.26. Það er greinilegt, sko. Það útskýrir hvers vegna Jónægir er kominn 10 sekúndum undan honum og eða 8 sekúndur segir. En Skeiri er ekkert að gefa af, hann heldur pressunni á Davíð Rúnari. Þetta er eina baráttan í augnablikinu, er Skeiri, Davíð Rúnar og Kári að nálgast, þannig að fylgjumst aðeins með þessu. Ég blakka svolítið yfir hitt og reyna að pikka upp ef það er eitthvað. Það er alls staðar bara margar sekúndur á milli manna, sko, á undan og sama fyrir aftan, sko. Eins og staðan er núna þá er Jónægir, sýnist mér á þannig hraða
og á þannig staðsetningu að ef Eva myndi fara í pit núna að þá myndi hún koma út fyrir aftan Jónægir. Já, það verður maður að sjá hvað að segja hringjarnir hjá honum. Hann er búinn að vera, síðustu 2 hringir eru rúm 1.24. Já, hann lendir hérna í smá trafík. 1.27 þannig hringur, hann fer sennilega í pittin á 17. Það má ég sjá, kannski eru, já sko, Eva og Hannes eru bæði komin í 24. Eva er að keyra á rúmum 24 aðeins hægari heldur en Jónægir í augnablikinu. Hannes er að halda aðeins betra peysi. Hann er nýdottinn í það að keyra á 1.24 aðeins á síðustu 3 hringjum fyrir utan einn og einn hring sem eru frá vegg. Rosalega stöðugur ökumaður hann Hannes. Já, og þetta er mjög flott að sjá þetta. Bæði Eva og Hannes, þau eru að halda þessum tímum og þau eru á dekkjum sem eru orðin 22 hringja gömul. Já, það er eitthvað, ég veit ekki hvað maður á að segja sko, þetta er bara, maður skammar sig bara. Sjáum Gunnlaugur er ekkert slakari þegar kemur á þessu. Hann er með rosalega lítið slitinn dekk miðað við að hann er byrjaður á 23. hring. Þetta er lítið að gerast í augnablikinu hérna. Það er svolítið dreift, en við eigum ennþá eftir að sjá pitstoppin gerast Já, hjá hardfólkinu. og ef að medium menn voru að fara inn á 17. hring, cirka bát, þá fer að styttast allt í það að við sjáum harddekkin koma inn. Já, það eru núna 19 hringir eftir. Það gæti orðið bara svona í kringum 25. hring. Já, mér finnst það líklegt. Það er kannski ágætt að meðan það er engin barátta hér í gangi að við köstum smá shoutout á sponsora GTS Iceland, Auto Center, Nokko, Hafið, Antons Mamma Mia, Tasty, hentuðin einhverju nöfnum ef ég er að gleyma einhverju og minni mig á það í spjallinu líka. Já, og svo eru náttúrulega sum liðin með sinn eigin sponsor eins og, hvað var það? Það er Biko Racing náttúrulega, það er að væntanlega starfsmanna sponsið þar. Já, Nokko styrkir Kára og Guffa í Nokko Racing Team og Team Auto Center, Halli og Skúli, þeir eru með einn af sponsorum í sínu liði. Svo náttúrulega erum við með Toyota Gazoo Racing sem er áfjóðleitt keppnislið og þeir sem keyra hérna á Íslandi eru Stefán Geir og Davíð Rúnar. Stefán er reyndar ekki með í kvöld. Þannig að þessi sponsorar eru líka að sýna sig í liðunum og við þökkum þeim öllum kærlega fyrir það. En fyrst ég er að telja upp liðunum, þá kannski bætum við að Ævar og Ásgeir eru í Carvel. Ég efast að maður sé að fá einhverja Hollywood peninga þar. Já, og Supernova team. Supernova, þeir eru kannski með einhvern díl við almættið. Supernova náttúrulega er það ekki bitvængið. Gott sem. Eða það er stjörnumyndun. Já, Supernova er það sem verður þegar að stjarna deyr, ef mér skemmast ekki. Þegar nógu stór stjarna deyr þá implótar hún og verður að Supernova. Hvað er eitthvað náttúrulega? Alveg. Hér fer Gulli í pittin. Hann fer, hann þurfti í rauninni alls ekki á þessu að halda dekkjalega segja það. Hann er sennilega að gera þetta bara upp á að vera eins lengi og hann getur á medium-dekjunum. Árið er einnig komin í pitt og svissar yfir á medium. Diego er ennþá úti og vinstra framdekja. Það er meira rautt heldur en hvítt þegar við horfum að eyðslu sem þýðir sko að við erum að tala kannski 40% grip að gróðum til gúmíi sko og hann er
Ég trú ekki öðru að hann fara að detta í pitt. Já, hér erum við með Smur 54 spons hjá honum Guðlaugi. Gert. Þakkum smurinu fyrir það. Það þarf alltaf að vita hvort að hann sé starfsmaður Smur 54. Svona þarf GTA tími hérna sponsa lið í T2 og BE húsbyggingar. Já. Þannig að það er margir sem eiga að skilja þakklæti fyrir að sýna þessu áhugamáli okkar hér stuðning. En við lókum þess að benda þér aðeins á hérna, þú kíkir aðeins á hérna Diego. Sérðu dekkin hjá honum? Ég veit það, ég var að horfa á þetta bara hérna fyrir nokkrum sekúndum og þetta er agalegt að sjá. Hann er líka að vera tómur á bensíni, þannig að Hann fer ekki hann í heldur áfram! Ha! Ég held ég hafi bara hreinlega aldrei séð svona slitin dekk í Tier 1 keppni frá því ég byrjaði að fylgjast með þetta. Sko. Þetta er ekki alveg nógu sniðugt því að hann er að tapa líka miklum tíma á því að keyra, hann er að keyra miklu hægar, sýnist mér á síðustu ringjum heldur en hann var að gera fyrir keppninni. Já, en hann greinilega veit það líka miðað við hversu hratt hann er að slíta harddekkinum að þá þarf hann að pitta svolítið seint til þess að vera ekki algjörlega griplaus þegar það kemur í lokin á mediumdekkinum. Sko. Góður punktur, mjög góður punktur. Þetta er eitthvað sem strákurinn þarf að skoða í framhaldi af þessari keppni. Þetta er óeðlilega mikið. Mjög athyglisvert að sjá líka að sko Skeiri pittaði hérna bara liðsfélagi hans Diego og hann bara pittaði á meðan að við vorum að fylgjast með Diego og sko dekkin hjá Skeira voru alls ekki slæm en núna sjáum við Evi pitta og þá verður fróðlegt að sjá, jú, hún missir Jón Ægir fram úr sér þegar hún fyrir pitt. Hvað með Davíð? Hann var að fara fram með henni, hann er komið fram úr, hann er 2,5 sekúndu á undan. Og svo er hérna Gulli bara beint fyrir aftan. Já, þannig að sko hann er búinn að græða alveg 1,5 sekúndu á þessu eða í raun og veru, 1,5 sekúndu, það var ekki nema sekúnda í Evu þegar að hann fer í pitt en hann kemur út eða hún kemur út 2,5, þannig að þetta er 1,5 sekúnda sem hann vann sig upp á tíma með því að fara fyrr á í pitt. Spurning hvað gerist með Jón Ægi og Hannes. Hannes er reyndar búinn að vera að keyra alveg rosalega stöðugt. Já, við sjáum hérna seinasti ringur hjá honum samt 1,31 næstu því. Heyrðu, hann er ekki nema 14 sekúndum á undan Jón Ægi að fara að koma út í forystu. Er það er komið eitthvað við hjá honum. Það er eitthvað klikkað hjá Hannesi. Við höfum mistað því. Á hring 26 hefur Hannes mist bílinn eða eitthvað því að hann tapaði 6 sekúndum á þessum ring sem að er það síðasti ringur. Já, og Jón Ægir er komin í fyrsta sæti. Já. Og þarf núna að halda þessu í 15 ringi á harddekkjum á móti Hannesi sem mun pressa svakalega á hann að aftan á medium dekkinum. Það er ekki verið að fara fram á lítið. Það verður ekki auðvelt, skal ég segja ykkur. Nei. Góðan áverður, hann hefur nægan tíma til að vinna þetta forskjótu upp og hann ætti að vera töluvert hraðari á þessum dekkjum, þannig að nú reynir á hérna defense, eins og maður segir. Hversu vel getur Jón Ægir varist, því að þetta er braut sem er ekki auðvelt að fara fram á, en við erum að vita að hann er sem er hestöfli niður. Það er nefnilega þannig. 4,5 sekúnda, þetta fer hratt niður hérna. Ef það væri svona lítið meiri tækni hjá okkur í útsendingunni, þá væri svona komin svona klukka á skjáinn sem væri svona countdown to action. Já. Ég þarf bara að ráða hérna einhvern tæknimann til þess að sitja hjá mér og stjórna OBS-inu og öllum grafíkurum á meðan ég fylgist með reisinu. Það þarf einhvern full-time job í það sko. En núna er hérna Eva að sækja hratt á Davíð Rúnar. Hún er komin innan við sekundu fyrir aftan hann.
var að setja besta hring 1.23.1. Nice. Já, það er sama saga með hann að gagnvart Davíði, hún er á miklu betri tútum núna og er komin í stöðu til að sækja allverulega á Davíð. Og þessar 4,5 sekúnda frá Hannesi í Jónægir eru komna niður í 2,5 sekúndur núna. Þannig að það er, hugsa ég, bara tímaspilsmál hvenær Hannes fer að taka framúrinn. Ég ætla að fylgjast aðeins með hérna Evu og Davíð Rúnar, það sem finnst líklegt að við fyrir að sjá Evu taka allugu að 3. sæti. Ég myndi bara að segja, ef einhvern þarf að pizza eða ná sér í drykk, gerið það núna. Já, Það er bara eiginlega ekki að gera það, bíðið af, það er alltaf að fara að gerast. Við erum orðið nú seint. Ef að bara er komin aftan í Davíð, þetta verður rosalegt. Og reynir inn á, nei. Ég ætla að horfa þetta inn í bílum aðeins. Já, endilega. Þetta er rosalegt. Hún er Eva komin á medium dekkir á móti harddekkir. Já, hún tekur bara fram úr þetta. Það bara, Eða hvað? Vítt. það var ekki einu sinni svitnað við þetta, sko. Það var bara að tekið fram úr. Það var bara, ég ætla fram úr, farðu frá, ég er komin fram úr. Bless. Núna er Þetta er vel gert, mjög vel gert hjá henni. Núna er tækifæri fyrir áhorfendur til að fara í klósett pásu, hérna, hafa 1 hring í það, 2 mínútur cirka. Þá verður Hannes kominn hérna alveg í afturstöðarann hjá honum Jónægi. Komið undir 2 sekúndur og spáið því að á næsta hring verði allæga. Þannig að go pee, get drink now. 1, 2, 3, go! Nákvæmlega. Og aftur að Sjáum hring. að Hannes er búinn að setja hraðasta hring hérna, tók hraðasta hring af henni Evu, komin 1.22.7. En það verður fróðlegt að sjá Þið munið hvað Tarrinn sagði, hann spáði 1.21. Við erum nú langt frá því ennþá, en það er ennþá nóg í tankinum og nóg eftir að dekkjunum. Ég hugsa að leið og Hannes er búinn að einbeita sér að því að taka fram úr Jónægi, að þá muni hann bara að einbeita sér að setja hann á hraðasta hring og ná niður í 1.21. Það er bara spurning hvort að hann hafi dekkin í það þegar það kemur að því. Sko, ég vil meina það að Hannes þarf, sko, hans mestu möguleikar sem eru hjúts miklir að taka fram úr Jónægi eru á meðan að dekkin hans eru innan við 10 hringi. Þegar hann er komin upp úr 10 hringjum, þá er munin ekki eins mikill og hann var. Og þá fer þetta að vera aðeins auðveldari, jafnvel þótt að hann sé á slipnum harddekkjum, að þá verður ekki þetta yfirburða bíl sem að Hannes er með akkurat núna. Þannig að þetta verður alveg, þetta er spennandi. Hann þarf að halda honum fyrir aftan sig alveg í nokkra hringi, sko. Það eru 12 hringir eftir núna. Þetta bílið er komið í hálfa sekúndu, tæplega. Hann er kominn í slipstreamið í kjölsauðan Hannes hérna. Við erum að horfa hérna inn í. Kíkjum hérna, Dimmer að spyrja hvað Gulli á langt eftir á Davíð. Skulum kíkja á það eftir augnablik. Fylgjast hans hérna með Hannesi núna. Hann er hálf sekundu, 4 fyrir aftan Davíð. Sama bíl og við erum að horfa á hér. Já, Gunnlaugur er að ná Davíð núna. Það er meiri spenna á tóknum. Já, það er miklu meiri spenna á tóknum. Það er hérna 0-3 hérna á milli, það er 0-4 hinum megin. Við hoppum leið og ég get það, tjekkað á því. En eins og staðan er, þá er þetta ómissandi stöpp hér í gangi. Úps, Jónægir missir smá grip, hann að sykjast til bílinn en hann bjargar þessu. Hannes keyrir þetta smooth, sem Hannes er að leita eftir, er að ná góðu drive út úr veginn, því að hann hefur forskot og í draftinu gæti það verið nóg, sko. Sjáum hvað gerist hér. Hann er nálægt. Það er hann að kíka. Nei, það er óriski. Það er stór hættileg þessi braut, sko. 9 hringir eftir. Tekst Jónægi hið ómögulega að
halda Hannes fyrir aftan sig í 10 hringi á metrium. Já, sko, ef það væri tilefni driver of the day sem við þurfum að checka á eftir, en það er svona upp úr næstu 5 hringjum myndi ég segja að fólk gæti farið að vera komið með góða hugmynd hver driver of the day en eins og staðan þá er þetta allt í loftinu ennþá. Það er nákvæmlega þannig. Það bara virðist vera lengi að spila hérna. Þetta kíkir hérna eldsnögt á Davíð Rúnar og Gulla. Spurningum að þú lætir mig vita ef það gerist eitthvað á toppnum. Ég geri það. Það er hérna er Gulli að taka ytri línu, hann er svona að reyna að finna tækifæri til þess að taka fram úr Davíð. Ég sem myndi skipta aftur yfir á... Það er svoleiðis, ekki komin yfir á Hannes aftur. Það er ekki treystandi, ég myndi bara vera standby á replay-takkanum. Það er spenna í loftinu hérna. Vá! Reynir utan á, smá snerting. Það er ekkert alvarlegt. Ég hef ekki orð. Heiður Bíkó hér í fyrsta sæti að verjast Supernova sem eru búin að sigra allar keppnir fyrir utan eina á þessu ári í T1 og T2. Það er rosalegt. Þetta er feiki akstur hjá Jónæi sko, að ná að halda Hannesi svona úr skefjum í þetta langan tíma meðan Hannes er á betri dekkjum. Svissað á Davíð og Kingstar aftur. Allt að gerast þar líka. Koma inn á beinakaflan í fullkomnu drafti. Davíð að verja vel, Kingstar hérna með ytri línuna. Þetta er sannlega, það er ekki sens að fara utan á þessari veifist. Hérna er Davíð komið með innri línuna. Vel gert. Gunnlaugur kom með innri lína. Undercuttið hjá Davíð hérna, en Gunnlaugur ennþá með innri línu og já, Gunnlaugur er búinn að ná þessu sæti. Það er öruggt núna held ég. Fyrsta sæti, tjekka, núna Hannes er að reyna framræðstur. Sjáu þetta, komið nú, nei, Jónæi er að loka. Það er aldrei sem hann þarf að hafa fyrir núna. Nei. Ég komið hérna og hann er sennilega komið fram úr hann minni hérna. Ég að kíkja aðeins hérna á replayið, hérna horfa á þetta frá aftan frá Jónæi. Hann fer aðeins, missir aðeins hérna og missir hérna Hannes fram úr sér. Og hann er dottinn úr draftinu fyrir aftan Hannes. Þá er Hannes búinn að taka fyrsta sætið sitt aftur. Já, og það er ekki nema 4 sekúndur frá Evu í Jónæi, þannig að... Já, Eva líka svaka peysu. Eva er einmitt komið með hraðasta hring. Síðustu hérna, þú veist, innan við 10 hringina erum við bara að horfa á eins og fyrstu hringina. Það er allt eins og þetta byrjaði, bara hann á milli og ég spái því að það verði alveg svakalegur slagur annað sætið hérna bara rétt undir lokin. Það eru núna 7 hringir eftir. 8 sennilega, 8,5 eða 7,5 segi. Þetta sé nokkuð svona ljóst að Hannes er gone nema hann gerir mistök. Hann er að keyra mjög hraðar eins og við sjáum við tíminn eykst hérna bara ferð í beigjunni. En Jónæi er 7 hringi til að hafa Evu fyrir aftan sig. Fylgjast aðeins með Evu hérna. Þetta er rosalegt. 3 sekúndur á milli Evu og Jónæis. Liðsfélagarnir í Carvel eru báðir með sektir á sitthvorum stað. Það er svo sem ekkert helst í fréttum en það er eitthvað.
Jón Sektor hjá Hannes. Hann heldur því áfram, hann að bæta tíma sinn 500-stu, það nú ekki mikið, en smá bót. Svo hvort hann að halda því kringinn, en hann ennþá á góðum dekkjum og bíllinn að léttast. Það rúmur 3 sekúndur sem hann búinn að slíta sig frá Jónæi. En ef að nálgast Jónæi rætt, það komið inn á í 2 sekúndur. Já, hér allt að gera, sko. Við sem ekki verið mikið að gera annars brautinni. Þetta bara þetta, við rauninni erum að fara að sjá Evu sennilega fara að gera allugu að öðru sæti. En það bara stóra spurningin hvort hún muni ná því. Já. Þetta verða svakalega spennandi seinustu hringir hérna. Áhugavert að þú skoðar dekkin hjá Evu og Jónæi, þau eru vissulega ekki á sömu tegund, en þau eru svipað einn. En Evu dekk að eyðast mun hraðar, þannig að sko dekkjaforskotið hennar minnkar með hverjum hring núna og gæti orðið lítið sem ekkert fljótlega. Já, það er eitthvað sko. Við verðum samt að horfa á það að slitin medium dekk eru samt betri heldur en lítið slitin hard dekk, ef þú skilur hvað ég við. Já, ég myndi segja alveg í góða, þú veist, 12 hringi kannski, næsta lagi. Já. En eftir það, þá ertu ekki að myndi ég halda, eða þú veist, ég veit ekki, kannski persónu bundið á milli, sko, en mér finnst einhvern veginn nauðin meiri þegar að medium dekkin fara, að drölla sér í pitt til að skipta dekk heldur en þegar maður er komin á veinslitin harddekk. Það er svona eins og maður höfum fyrirsjáanlegri. Já. Núna er pressan komin á Jónæir. Já, heldur betur. Hann þarf núna að halda Evu fyrir aftan sig í 5 hringi. Þetta verður ekki auðvelt, sko. Eva, hún er ekki svo blíðasta þegar kemur á framúrastri. Þá meina ég að, sko, þú veist, hún er aggressív ökumaður sem þýðir að hún bíður ekki lengi eftir farunum, hún bíður til. Já, það er nokkulega þannig. Nei, hurðu, hvað er að gera? Það er bara... Hvað er að gerast hér? Það var smá snertingar út í beygjunni, Eva fór aðeins í Jón og Jón fílaði ekki og ákvað að svara. Sá, þetta gæti enda með ósköpum að segja ykkur. Rosalega bara það henni. Það eru replay, þeir eru bara hérna slást, sko. Ég get ekki verið að replaya lengur. Ég verð að fylgjast með. Eva er bara hérna í skottinu á honum. Við erum að tala 4 hringir eftir. Ég ágjörð. Það er smá stál á milli þeirra hérna í báðinni. Þetta voru svakalega átök hérna. Þeir voru bara að keyra utan í hvort annað að beina kaflanum með annan. Já. Ég var alltaf búinn að sleppa orðina sem ég tala að það er auðljóst að hér er topp ökumennina í toppárotninni að ræða. Kennum henni að það er ekki að jinxa svona hlut alltaf. En já, við höfum áfram að fylgjast með þessu. Þetta er bara konfekt í beinni. Já, ég held að Hannes sé nokkuð öruggur með sitt fyrsta sæti og ég vil bara biðja hann fyrirfram afsökunar á því að fylgjast ekki með honum keyri gegnum markið en svo lengi sem að ef þessi slagur verður áfram með annað sæti þá held ég mun ekki geta tekið augun af þessum slægi, sko. Í augnablikinu, Hannes er búinn að keyra flott og vera í baráttum og fá plenty airtime, þannig að ég efast ekki annað en hann fyrirgefur. En það eru að fylgjast með Team Supernova hérna. Það er Supernova og Bíkó slagurinn.
Þetta er bara eins og að horfa á tafl, sko. Jóna, nei, Eva nei, komin við- upp hana. Jóna er enda með innlínuna, þetta er einur underköttið, hún nær underköttinu. Þvílíkur Jesus. framúrakstur maður, vá, þetta var Vá. rosalegt. Heyrðu, núna verð ég að kíkja á replayið, ég verð að sjá þetta. Hún þurfti heldur betur að hafa fyrir þessu. Jón, Það sjáum við Jón verja, vel út í loft. tekur innlínuna og hún bara, nei, ég ætla underköttið. Þetta var frábær framúrakstur hjá Evu þarna, vá hvað þetta var flott, þetta var rosalega vel gert. Það er eins og ég segði á, að taka fram úr á þessu braut þegar þess að reyja styrið. Það fara olbúar út. Já, Það hefur nú alveg séð það snirtilegra, en þetta er vissulega krydd og gaman að horfa á. Og engin skaði skeður, þannig að bara thumbs up frá mig var þess. það er nokkuð þannig. Ég er alveg orðvegs, þetta var rosalegt. Við erum bara að horfa á rosalega baráttur hérna. En Vá. nokkuð þannig að núna virðist allt vera orðið frekar rólegt, það eru 3 hringir eftir. Og já, það virðist, svo lengi sem að engin óhöpp gerast, þá er bara nánast sagt að segja að reysið sé búið, sko. Já. Sko, það er málið með Brandshart. It give it and it take it away. Já, það er nákvæmlega þannig. First it give it. En það Já, sést vá. að Eva er strax komin þessar 2 sekúndur. Já, það var alveg svona gott vitað að ef að framúraksturinn mundi eiga sér stað þegar Hannes og Evu, þá er bara það pínu búinn. En Já, hörðu, það er það hérna er svo erfitt að fara fram úr. smá Það hérna, er ég í fjöldi. sé að það er mögulega einhver bardagi að koma í uppsiglingu hérna á milli Þorsteinn og Ásgeirs. En Þorsteinn er hérna komin í Kári. slipstreamið hjá Ásgeiri, nei, fyrirgeðu, Þorsteinn Kári. og Kára, fyrirgeðu. Já. Þorsteinn er að pressa Kára hér eins og enginn sem morgundagurinn. Á pílutí bensín eftir. Saman með Kára, hann er á mun verri dekkjum. Þorsteinn er í miklu betri dekkjastöðu. Ég sé að spjallið er farið að tala um það að Jón eigi skilið Driver of the Day og ég verð nú í rauninni bara að taka undir það. Ég er búinn að vera að hugsa það lengi að bara fyrir þessa baráttu og fyrir allt sjónvarpsefnið að þá finnst mér hann vera Driver of the Day í kvöld. Það er allan að mitt atkvæði, þannig að hvað segir þú um það? Já, Já. Ragnar segir mér sko ef að Driver of the Day er framúr. Ég hugsaði þetta mér sko að ég var eiginlega með komið Jón sem svona lockdown Driver of the Day en þessi framúrakstur hjá Evu var eiginlega svona nálægt í að bara snúa þessu við hjá mér sko. Ég er eiginlega á báðum áttum. Ég ætla að segja Eva, af því að hún startaði fyrir aftan hann og þurfti að hafa rosalega fyrir að fara fram úr, olbúður út og allt, báðu megin, all fair and square, en hún tók þetta fair and square og hún fundi heldur þetta að fyrir þetta glæsir. Ég er eiginlega bara, ég er svona torn between, sko, mér finnst að gefa Hannesi eða ef þetta ekki, já, mikið og mér langar að gefa Jóna þetta, en fyrir olbúðana þá ætlum ég að gefa Evu þetta. Já, ég ætla að, nei, heyrðu, Hvað var að gerast, Þorsteinn? Æ, á síðasta hring. í þvílíkri baráttu þarna. Þá horfum við bara á Hannes. Tjekkum að Hannes Keyrir í koma hérna. mark. Já, Hann keyrir einn í mark, fyrsta sæti, frábær akstur í Hannesi, mjög konsistent og góður. Eva kemur hérna mjög fljótlega. Já, veistu, ég ætla að gefa Evu Driver of the Day fyrir mitt atkvæði, en þá er bara spurning að við þurfum að taka saman atkvæðin. Allavega er Eva komin með, Jóna er komin í 3. sæti, Gunnlaugur 4. sæti. Davíð Rúnar kom í gegn í 5. sæti, Skeir í 7. sæti, Kári í 7. sæti. Á vel slittum dekkjum, bensínkvíslarinn kominn á seinustu dropunum.
í gegnum mark. En náttúrulega líka sko með Supernova og þau stóðu svo rosalega vel að verjast á hardeggjum mjög lengi sem er ekki auðvelt. Já, það er alveg, Og það þurftu má svo að hafa ekki frá- taka það aðeins, sko. Og þurftu svo bæði að hafa fyrir því taka aftur fram úr eftir að þau komu úr pít. Þannig að þetta var rosalega vel gert, en það er ekkert að horfa fram hjá eitthvað var rosalega mikil ánægja að horfa á Jón Ægi og hans baráttu, þú veist, þau var öll 10 hjá mér sko, bara æðislegt. Til hamingju öll. Sko, miðað við atkvæðin, að þá er það staðan þannig að Jón er með 3 atkvæði sem driver of the day og Eva er með 4. Well, minna mátti það ekki vera, þetta er bara eins og keppnin, það er jafnt Það er í bara eins kvöld. og keppnin, það var alltaf tæpasta vaði bæði í keppninni og driver of the day. Ég held að það sé slegið að Eva sé driver of the day í kvöld. Hamingju Eva, vel gert og til hamingju Hannes með sigurinn og til hamingju Jón Ægir með að setja rosalega baráttu í gang og það var við geðveikur akstur bara, og Davíð, þú veist, það er svo margt hægt að tala um í sér keppni. Já, þetta var mjög góð keppni og þvílíkur akstur og bara, og já, Jón Ægir á sko hrós skilið fyrir alveg þvílíka baráttu hérna efsta sætið. Það Jón er með 4, Eva er með 4, segir Magnús. Já, Já, heyrðu, Ef Jón, við- þetta er rétt. það væri kannski bara við Ég hæfi. gleymdi að telja atkvæðans og Róberts. Það er eiginlega, það er jafntefli driver of the day. Ég finnst það bara mjög viðandi. Já. Há vinnarnir. Að Eva og Þá Jón er Ægir spurning hvort beigum heiðri. hvort það sé ekki einhver að horfa hérna sem er til í að gefa atkvæði sem ákveður. Hvort er það Jón eða Eva sem er ökumaður kvöldsins? Daniel, hann ætlar ekki að vera diplóð í kvöld, þá ákveður þessu. Við verðum að fá niðurstöðu á þessu máli, sko. Það er ekki hægt að enda strímið áður en að komi niðurstaða. Spenna í Jón fær loftinu. mitt, segir Jón Baldursson. Hann sendir sitt eigið atkvæði og kemur sér í fyrsta sæti sem ökumaður kvöldsins, ökumaður dagsins, kannski ekki gilt. Það eru málum kosningasveik. Geggja. Næsta keppni, nr. 6, verður á Fuji. Þessi 2 vikur. Er það fleira sem við þurfum að segja? Sú Farið á keppni Facebook. mun ekki vera á stöð 2 þar sem að ég verð erlendis og mun því ekki geta streymt þeirri keppni og mun heldur ekki taka þátt í þeirri keppni deginum undan. I'll be damned. Þannig að það verður að finna eitthvað út úr að koma þessu á YouTube og já, það verður sennilega bara endursýning. Við finnum að góta þessu. Já, Við finnum að góta þessu. En þangað til næst, takk kærlega fyrir mig. Grétar kemur með úrslita atkvæðið. Það er Jón sem er ökumaður kvöldsins. Jón er driver of the day. Það. En ég þakka bara kærlega fyrir áhorfundið, kæru áhorfundur, og þakka fyrir að vera með mér hérna, Ingi. Kærlega fyrir mig, þetta var alveg awesome. Geggja reis. Herðu, þá bara sé ég áhorfundur eftir 1 mánuð og já, spurning hvort að við finnum eitthvað út úr strími fyrir Fuji-keppnin eftir 2 vikur, en þangað til að segja bara góðar stundir. Góða nótt.